þó að vini vilji hjálpa, þá þekkja þetta ekki. Miklu betra að skemmta sig með vinunum að tala þarna í Krabbameinsfélaginu hvað ángra mann. Já, ég heiti Hildur Baldursdóttir og bókasafnsfræðingur, gift og móðir 4 dætra og á 7 barnabörn. Þetta svona helsta. Já, þegar ég greinist, þá var lífið voðalega skemmtilegt. Það hafði verið, en við greininguna upplifði ég það að ég hafði verið að leika mér á leikvelli lífsins. En tekið og í hálsmálið og mér og minni fjölskyldu hent honi í dimmanskurð og við vissum ekkert hvað áttum að gera. En svo smá saman byrjuðu ljósin að loga og það var Krabbameinsfélagið og náttúrulega ljósið og vinir, allir sem komu hjálpið okkur til þess að fara í gegnum þetta. Og það þarf mikla hjálp. Ég hef hitt fólk sem ætlar að fara þetta á hnefanum og ég hef engan séð sem hefur gengið það vel. Því að þetta er alveg nýtt líf og við vorum stundum að líka við þetta svo að flytja í nýtt land þegar maður þarf að finna út hvað þessi skrifstofa, hvað þýðir þetta, hvar kaupir maður. Því að maður fara að nota allt öðru orð og maður að gera hluti sem maður ekki ímyndar sem maður myndi nokkuð tíman þurfa að gera. Og þá hjálpin algjörlega ómetanleg. Ég hugsa alltaf, ok, þetta ár sem meðferðin og hún var mjög erfið. En svo árið búið og þá bara fer ég aftur út á róló. En það var nú bara ekki alveg svoleiðis. Og ég þarf að hafa mjög mikið fyrir því að haldast í hálfri vinnu og geri bara rólegu. Ég á bókasafni og ég fæ bara að gera rólegu góðu hlutina. Því að maður kemst ekki endilega yfir, maður kemst yfir krabbameinið en afleiðingarnar eru mjög miklar hjá okkur mjög mörgum. Ég hafði verið alveg ofboðslega hraust áður og fara úr því að vera, ég var sterk, liðug, verkjalaus, lyfjalaus og fór yfir í það að vera veikburða, borðandi öll lyf og stöðutreitt. Og það var svolítið mikið að kyngja og þá aftur þarf maður mikla hjálp.